Komiði sæl, landinn heilsar ykkur og Gunnlaugsey á Ormstungu. Þar sem allir eru að gifta frændur sínum og drepa hvort annan. Í dag ætlum við meðal annars að heimsækja Fjarðarhorn. Þar sem systir Þorsteins Þorgerður Eyjólfsdóttir, kona Ólafs Pá, búin að ala dóttur Þorsteins upp í 6 ár, án þess að hann viti af því. Nú skulum við líta hér inn og sjá hvernig fyrstu kynni feðgin hennar fara. Hversu líst þér bróðir og stúlkur þessar hér sitja gegnt okkur? This is not okay! Allt vel! Og hún það fegurðarmikil og hefur hún vanleika Ólafs en hvít og yfirbragð vort mýramanna. Víst það satt, en þú segir bróðir að hún hefur hvít og yfirbragð vort mýramanna en eigi vanleik Ólafs Pá því hún eigi hans dóttir. En hversu má það vera? En svo þó sé hún þín dóttir. Með sannindum að segja þig, frændi, þá þessi þín dóttir en eigi mín. Hér færa mæ. Svo segir hún honum allt, sem farið hafið og biður hann að fyrirgefa sér og konu sinni þessa afbrýði. Ekki kann ég ykkur að ásaka þetta. Veltu þannig sem vera vill sem flestir hlutir hafa þig, vil yfir slétt og vanhyggju mína. Lýst mér svo á mig þessa að mér þykir mikil að gifta eigi jafn fagra barn, eða hvað heitir hún? Helga heitir hún. Helga hinn fagra! Nú skalt þú búa ferð hennar heim með mér. Þið haldið kannski að þetta sé búið en þið hafið rangt fyrir ykkur. Það meira. Á þessum tíma var auðvitað til fleiri fjölskyldur. Við ætlum að heimsækja Illugan svarta, Ingibjörgu, konu hans. Og þá Hermund og Gunnlaugs Ormstungu á Gilsbakka á Hvítársíðu. Svo sagt frá Gunnlaugi að hann var snemmandi strákur, mikill og sterkur, ljósjarpur og hár og fór allvel, svartígur og nokkuð nefljótur og skapfallegur í andliti, miðmjór og herði mikill, hávaðamaður mikill í öllu skaplundi og framgjarn snemmandis og við allt óvæginn og harður og skáld mikill og heldur níðská og kallar Gunnlaugur Ormstunga. Hermundur var þeirra vinsælli og hafði höfðingjabragð á sér. Já, þetta ekki búið, en þú verður bara að taka því. Og okkur finnst þetta skemmtilegt, heldur. Við erum saman í þessu. Allavega, þegar Gunnlaugur var 12 ára var hann alveg frekar frekur. Hann vildi fara til útlanda og afla sér fjár og frægar. Já, þú heyrðir rétt, hann var 12 ára. Ég sækir útlagt! Við gerum svo! Þetta skal vera fararefni mitt! Enginn áskall að taka mér og fara hvergi fyrir enn í mér. Þá reið Gunnlaugur í brott og kom kveldið ofan til borgar og var hjá Þorsteini þau misseri og nam lauksbeki. Jafnan skemmti þau Helga sér, aðtafli og Gunnlaugur lagði hvort þeirra góðan þokka til annars bráðlega sem raunir bar á síðan. Þau voru mjög jafnaldra og einhver dag menn sátu í stofu að borg bar þetta á góma. Einn sá hlutur í lögum þú hefur eigi kennt mér að fastna mér konu. Það lítilmál! Þorsteinn kenndi Gunnlaugi atferli. Nú skalt þú vita hvort mér hafi skilist og mun ég nú taka í hönd þér og láta sem ég festi mér Helgu dóttur þína. Ferðveisli! Ætla ég þetta að vera? Veit mér nú þetta. Ger sem þú vilt! En skulu þeir hér staddir að þetta skal vera ómælt og þessu skuldi engin undirmál fengja! Landinn heilsar ykkur frá Sigríði. Gísli lenti í bílslysi svo ég þarf að taka við. Það kom í ljós að hann var með ofnæmi fyrir íslensku.
Þannig hann dó. Nokkuð síðar trúlofuðust Gunnlaugur og Helga. Hann fór til útlanda en samið var það að Helga myndi bíða í festum í 3 vetrum. Hann kom ekki nógu snemma heim en meðan hann var á leiðinni heim giftist hún ekki óvin hans Hrafni Ögmundarsyni. Hún var ekki ánægð með það og var ennþá ástfangin af Gunnlaugi en hverjum ekki sama. Svo var eitthvað partí hjá Þorkeli nokkrum sem bjó á Skáney og hann bauð Illu og Svarta og sonum hans. Eftir nokkra daga var veislan búin og Gunnlaugur fór að tala við Helgu. Þau töluðu lengi og hann orti vísu fyrir hana. Að lokum gaf hann henni Skarlat skikki skyndregna. sem aðalráður gaf honum og hún þakkaði honum fyrir gjöfina. Nú fer ég í helgafrí, helgafrí, helgafrí. Það verður gaman í. Þá fer ég á flipperi, flipperi, flipperi. Maður ekki hvað hann heitir. Byrju kattar. Sem fa... Og... Byrju kattar. Gullar Sigurður. Nei, hvað segir þið? Gullar Sigurður. Þið haldið kannski að þið hafið rátt fyrir. Ég veit ekki hvað ég segja. Nokkur síðar trúlofuðust Gunnlaugur og Helga. Hvað segir þú og þín stampína? Wait till you see the. No. Þetta var brot úr Gunnlaugsögu. Við ætlum að þakka öllum sem komu nálægt þessu verkefni. Ég veit að þetta var kannski pínu óviðandi en við erum öll sátt með þetta. Ekki ég. Nema kannski Anna Lára. En við sjáumst næst. Takk fyrir. Landinn kveður. Svaka fínt, ég hef það svaka fínt. Ég svamlandi, djúpt inn í klúbnu ég kafari. Jamma en tjej, amali, jamma en tjej, amali. Allt fræðilega ekki vera á lífi, motherfucker, ég með útalt ég animist. Kaldi drikkir og cannabis, valdi vini, ég vanda mig. Lyfti keðjunni rata inn, með Guði góðum og antikrist. Þetta hendi sem fjallaskó komin á toppin, tramp upp á toppin, starta elgossin. Ég svo honest, rángiði dofin, mæli mig sjóðandi, heitir sem frossin og shit. Mamma viltu mæla mig? Gleðilega páska, sæmyndur, okkar og